Tvö lykilhugtök í kenningum Jean Piaget eru hugtökin aðhæfing og samlögun og þetta eru hugtök sem fjalla eða koma að hugrænum þroska barna og lýsa því hvernig börn vinna úr nýjum upplýsingum, laga sig að nýjum aðstæðum og þróa upp úr því ákveðin skilning á heiminum. Og þessi tvö ferli eða hugtök eru síðan hluti af stærra ferli sem má kalla jafnvægisferli sem felst í hvernig börn viðhalda jafnvægi á milli nýrrar reynslu og fyrri þekkingar. Samlögun fyrst, þá skilgreiningin á samlögun er að einstaklingurinn túlkar nýjar upplýsingar eða reynslu með því að máta þær inn í þá þekkingu sem hann hefur nú þegar, skema sitt sem hann hefur af þessari reynslu. Ný reynsla er útskýrð út frá fyrirliggjandi hugmyndum, jafnvel þó hann passi ekki alveg. Dæmi slíkt væri til dæmis að barn sem hefur skema fyrir hundur og skema hans er að þetta er ferfætt dýr sem geltir og flaðrar upp fólk og þetta barn sér hest í fyrsta skipti og þá kallar það hestinn hund. Barnið reynir að fá nýju upplýsingana hesturinn inn í núverandi skema sitt sem er hundur. Einkennin á þessu eru að þetta viðheldur núverandi skema eða þekkingu án þess að breyta því mikið. Og þetta er einföld leið til að vinna nýrri reynslu en verður ekki endilega rétt. Síðan erum við með aðhæfingu. Aðhæfing felst í því að breyta eða aðlaga fyrirliggjandi skema til að mæta nýjum upplýsingum eða reynslu sem passar ekki inn í núverandi skilning. Og þetta krefst þess að barnið breyti hugmyndu sínum eða búi sér til nýtt skema. Sama barnið og í dæminu hundinn áttar sig á því að hesturinn er ekki hundur og býr því til nýtt skema fyrir hestur, sem er stórt ferfætt dýr sem hneggjar en geltir ekki. Einkennin á aðhæfingunni eru þá að það felur í sér breytingu á núverandi skema eða þekkingu og því að búa til nýtt. Og þetta þróar og bætir skilning einstaklingsins. Munurinn á samlögun og aðhæfingu er að samlögun að barnið nota núverandi skema til að túlka nýja reynslu. Í aðhæfingunni barnið breytir eða bætir skema til að laga sig að nýrri reynslu. Í samlögun, ný reynsla er mátuð inn í það sem barnið veit nú þegar. Í aðhæfingunni, ný reynsla brýtur upp skemað og krefst aðlögunar. Samlögun, viðheldur núverandi skilningi barnsins, aðhæfing, stækkar eða breytir skilningi barnsins. Þetta er dálítið mikið ólíkt. Síðan er það jafnvægi, því að það þarf að finna jafnvægi á milli þessa. Jafnvægi felst í því að samlögun og aðhæfing vinna saman til að þróa skilning barnsins á heiminum og þegar ný reynsla passar ekki við núverandi skema þá verður ójafnvægi og það leiðir til aðhæfingar og þegar skemað er lagað að nýju reynslunni þá kemst jafnvægi á aftur. Samantektin eru þá að þessi tvö ferli vinna saman og stuðla að vitsmunaþroska barnsins í gegnum stöðugt ferli lærdóms og aðlögunar. Samlögun er þá að barnið túlkar nýja reynslu út frá því sem það veit nú þegar, aðhæfing, barnið breytir fyrir skilningi til að laga hana nýrri reynslu.